Jón Stefán Jónsson, nýráðinn aðstoðarþjálfari Þórs, nú ert þú einn af þremur í öflugu þjálfarateimi karlaliðs Þórs. Hvernig leggst þetta í þig? Þetta leggst eðlilega bara mjög vel í mig. Ég held að það verði rosalega skemmtilegt að vinna með Orra og Svenna og vonandi komum við allir með eitthvað svona, sikkvært hlutinn að borðinu. Jónsi, þú ert nú ekki aldeilis ekki að koma stíga því fyrstu skrefs til þjálfari. Þú víða komið við, bæði sem yngri flokka þjálfari hjá Þór bara í næstu 20 ár. Komið að meistaraflokksþjálfari bæði á Tindastól og Val og Haukum. Þannig að þú ert hokinn að reynslu þrátt fyrir að vera kornungur. Já, það má alveg segja, jú, ég er búinn að safna mér ágætis reynslu og hefur lengi verið markmið að fá að þjálfa í Þór í kringum meistaraflokka. Og nú það bara að nýta sér reynsluna í þágu síns eigisfélags sem á náttúrulega að vera draumurinn. Hvernig kom þetta til? Ég og Orri erum náttúrulega góðir vinir og ég og Svenni líka náttúrulega, en ég og Orri er búinn að þekkjast lengi og Orri oft talaði um það og hann fengi tækifæri til, þá yrði gaman að vera saman í þessu tíman síðar og svo bara gerðist þetta svona fljótlega eftir að það var ljóst að hann yrði þjálfari að það kemur ég til greina í þetta og ég hefði náttúrulega sjálfsögðu bara mikið áhuga á því. Ekkert langur umhugsunarfrestur sem að þú hefur þurft að, ekkert lengi, þurftu ekki að pæla lengi í þessu? Nei, það þurfti ekki að velta því neitt rosalega lengi fyrir sig sko. Ekki þegar þetta er búið að vera markmið svona lengi. En hvað þýðir þetta? Þú ertu að þjálfa eitthvað í yngri flokkunum og svo ertu íþróttafulltrúi Þórs. Verður þér í því starfi áfram? Já, ég verð áfram íþróttafulltrúi. Ég reyndar hætti að þjálfa yngri flokkanum núna í haust og meðal annars vegna þess að ég ætlaði mér alltaf að vera í meistaraflokksþjálfun og þá þeim tímapunkti kom ennþá alveg til greina að vera áfram með Tindastól. En svo bara fannst mér það ekki passa lengur með þessu 100% starfi sem íþróttafulltrúinn er orðinn og ég tel mig bara eins og aðrir þjálfarar sem hafa verið í 100% vinnu með þessu geta sinnt því alveg miklu meir en sama krafti. Segðu mér eitt Jónsi sem kemur ekki beint þjálfurinu við, heldur talandi um að vera íþróttafulltrúi Þórs, nú ertu búinn að vera í því í rúmt ár. Hvernig líður þér eftir þann tíma? Ég er bara búinn að læra ofboðslega mikið og læra rosalega mikið á hann Reimari líka. Maður var nú alltaf svona svolítið fljótur að tjá sig hlutina og segja hitt og þetta en maður hefur lært á honum svona að stíga eins valja til jarðar og hugsa sér betur og það náttúrulega nýtist manni líka alveg rosalega vel í þjálfuninni og bara verið æðislegt og rosalega lærdómsríkt og síðast en ekki síst held ég að þetta sé líka bara hluti af auknu svona faglegu starfi hjá félaginu að hafa 2 menn pluss allt hitt í fullri vinnu í kringum þetta daglega. Má þá ekki segja að sé ekki bara lærdómsríkt fyrir þig sem íþróttafulltrúi og aðrir í þessu, heldur lærdómsríkt fyrir félagið að hafa mann í þessu starfi? Jú, ég meina það svo vel að orðið komispalli því að ég fæ svo miklu fleiri verkefni núna en fyrir ári og þess vegna er þetta starf orðið 100% og ég líka kann að búa mér til miklu fleiri verkefni og fólk þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af því að það breytist neitt hérna því að ég sé ekkert nema kosti í þessu núna að hef verið að sinna þessu starfi meðfram því að keyra á krókinn 3-4-5 sinnum í viku og svo æfing hefur tekið allt upp í 6 tíma á deginum þannig að getur rétt ímyndaði hvort það auðveldara fyrir mig að vinna bara og hoppa svo út á æfingu. Og fulltrúadeildina verið duglegir að koma og óska eftir liðsins frá þér? Já, bara mjög. Það er mismikið, líka mjög mismikið að gera eftir árstíma eins og núna kannski eiga inn í íþróttina mann svona meira og svo í sumar það fótboltinn og vonandi bara verður það áfram svoleiðis að fólk haldi áfram að treysta manni fyrir þessu. Íþróttafulltrúi og aðstoðarþjálfari þannig að það verður ekki mikið að Jónsa heima á næstunni. Já, blessaðistu. Mín er eitthvað sem er alveg kolvitlaus að við hafa mig alltaf mikið heima. Eins og henni kipur kyn til þá er henni bara að vönna sig sko. Það verður engin viðbrigði hjá henni? Nei, ég held að það verði engin. Jú, ég verði sennilega meira heima en ég verði meira óþolandi. Það er sennilega eitthvað svoleiðis. Hlakka til starfsins? Já, mjög spenntur og hlakka mikið til að Orri komi hérna og ég og Svenni förum að funda og leggja þetta upp fyrst að við getum ekki alveg strax byrjað að æfa svona eins og okkur langar kannski. Ég hlakka til að sjá ykkur þegar boltinn byrjar að rúlla aftur og verður fróðlegt að fylgjast með ykkur. Já, þetta verður skemmtilegt. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.